kvöld og það heilmikið framundan. Svo segi ykkur það, við ætlum að fræðast leyndarmál vísindana. Þetta DFFD-diskur sem kom nýverið út og þarna vinirnir Sprengjukata og Einar Mikael Töframaður að sína einfallega hversu auðvelt að gera skemmtilegar tilraunir og Einar Mikael hérna á línunni. Heill og sæll. Sæll og blessaður. Eitur hress? Alltaf ferskur á mótnana, alltaf þegar maður vaknar og hleypur marathon og syndir kílómetra, þá maður ferskur. Hvernig ertu þó kvöldin? Herðu, ég nefnilega ekkert á nóttinni, þetta svona eitthvað sem töframenn hafa í sér Já, nákvæmlega. Herðu, þessi diskur, leyndarmál vísindana, segðu mér aðeins frá þessari hugmynd, kom Sprengjukata til þín og segði að nú gerum við disk? Já, veistu, það finna var nefnilega, ég fekk þessa hugmynd í mars í fyrra, nei, á þessu ári, ég var bara, herðu, því ég var alltaf að horfa okkur svona vísindavídeó á netinu, og ég hafði brjálaðan áhuga á þessu, ég var bara, hefðu, ok, ég gerir disk, en þá fór ég að hugsa að ef ég ger hann einn, þá lifir þetta ekkert lengi, þú veist, út af því að ég vildi líka upphægja, vísindi á Íslandi og fá krakkana til að hugsa eins út fyrir ramman. Já. Þá hugsaði ég bara, fæ eitthvað vísindamann og ég bara heyrði Sprengigötu, hún í Sprengigenginu og alveg eiturfersk, hress og skemmtileg stelpa og hún var bara til í þetta með mér og við bara skellt í með alveg frábæran disk og ég rosa stoltur á honum og ég búinn að fá alveg þvílíkt flott viðbrögð við disknum og ég veit að þetta á eftir að fara í marga jólapakkar núna fyrir jólin Heldur betur. En einfalda tilraunir. Ég er búinn að horfa þennan disk með stelpunum mínum og ég hafði líka við meira gaman að þessu. Já. Þetta er nefnilega flott sjónvarpsefni Alveg 70 mínútur af bara skemmtilegheitum Þetta er nefnilega fyrir alla og þarna sýnið líka svona á skemmtilegan hátt hversu auðvelt að gera þetta heima. Já, bara eins og ég segi, það sem við ákveðum, við vildum bara velja einfalda tilraunir, svo þú þurftir ekki rosa mikið undirbúning, bara þú veist, ég þarf þessa 2 hluti, flott, gera þetta. Og bara, þú veist, þannig að þú getur horft á þetta einu sinni, gert þetta bara 2-3 mínútur setna, þá væri við sátt, bara horfa á þetta, gera þetta. Nákvæmlega. Og þessi diskur hann fæst bara í öllum betri búðum? Já, hann fæst í öllum betri búðum, svo bara allir bara flott jólagjöf fyrir unga grallara, bara skella þessa jólagjöf á listan eða senda jólusinnum í e-mail eða Snapchat og láta hann vita. Já, sjálfsögðu. Þarna, þessi diskur, þú ert búinn að fá góð viðbrögð, kemur þú ekki bara leyndarmál vísindana 2? Jú, það er nóg af vísindum. Já, ég nefnilega, það búið að vera svakalig vakning á Íslandi, bæði með töfrabrauðin og með vísindi að bara vísindasamfélag á Íslandi, það voru með vísindavökum daginn og mættu held ég 10.000 manns af vísindavökuna og síðan var Sprengjugengi, þau eru búin að vera sýnilega og búin að vera að setja upp flotta sýningar og þetta er líka bara eitthvað sem krakkar þetta er í Ameríku, þá er þetta alveg út allt, þetta er kennt í skólum, allir að prófa tilraunir og svona og þetta svona leiður krökkum að hugsa út fyrir ramman, fara út fyrir þetta hefðbundna og aðeins að taka stöðun á bara restina heiminum, bara að sjá hvernig þetta virkar allt saman, efnafræði, efnakörf og sókraftur, allt þetta skemmtilega. Nákvæmlega. Ég verð að spyrja út í eitt atriði á þessu góða disk leyndarmál vísindana. Ertu búinn að fá þér kók og Mentos eitthvað nýlega? Sprengigata var nefnilega aðeins að stríða með Já, heldur betur. Ég líka, en hún sagðist alltaf að breyta svörtu kók í hvít kók og ég er bara, spennandi og ég síðan sett hún einhverja 8 töflur þannig hún í kók og ég fekk þetta allt framan í mig. Já, 8 Mentos-töflur, ein er nóg til þess að það freyði vel. Já, þetta, ég fann bara, ég fekk þetta með nefið, ég var alveg bara með Mentos í nefinu í 2-3 daga. Þetta er svolítið magnað. Manstu hver er ástæðan fyrir þessu að þetta gís svona? Já, málið er að það sem er með Mentos, þetta virkar best með Diet Coke, við komumst að því, við gerum nokkar tilraunir með gos og svona. Það er svona ákveðið, þetta er svona efnasamskipti sem verða bara losna og í Mentosinu, þannig að þetta froðir svona og síðan er bara svo mikið gos, því meira gos sem er í kókinu, því herra fer bunan og það er bara það sem gerist að þegar taflan fyrir húnni, þá bara myndast þessi efnasamskipti sem blandast á við gósi í kókinu sem er cold chokes í gósinu þegar taflan endur húnni þá bara gís þetta og þá fáum við svona flotta svona Mentos Sprengju. Já, heldur betur, þetta er skemmtilegt atriði
sem hægt að sjá á disnum. Já. Mér langar að spyrja út í þig sjálfan, Einar. Þú ert búin að gefa út töfrasettið. Það er rosalega mikið sem í gangi hjá þér. Já. Hvernig gengur? Herðu, ég bara í skíunum, ég bara trú ekki viðbröðunum og þetta lítur bara út fyrir þetta verði bara, ég held þetta verður bara uppsett örugglega bara eftir, vel fyrir jól sko. Þetta með viðbröðun sem ég fengið og bara búin að heyra hvað er búið að fara af þessu, þá held ég að þetta sé bara eitt bestseller af dóti bara í mörg ár sko, á Íslandi sko. Þetta bara, ég trú ekki þessum viðbröðum og ég er bara ótrúlega þakkláttur bara öllum þeim sem hafa bæði fengið sett og bóku. Ég veit líka, þetta er bara það sem ég vildi að þetta myndi, þetta gefur krokkunum svo mikið, þetta gefur þeim bara svo aukið sjálfstraust, þeir læra mannleg samskipti, fara fram að fólk og sína ykkur magna á hluti og síðan vilja allir geta gert eitthvað ótrúlegt og það er það sem ég vildi að hafa bara tilgangur bæði með galdrasettin á bókinni að lefa krökkum og bara fjölskyldunum að upplifa eitthvað magnað og fá aðeins að gleyma stað og stund og fá að upplifa svona ótrúlega hluti. Já, nákvæmlega. Og þarna í galdrasettinu og þar fylgir DFT-diskur og þarna sýnir nákvæmlega hvernig er hægt að gera þessi brögð. Já, ég bara fer vel yfir það, DFT-diskurinn sem fylgir galdrasettinu, hann er 3 klukkutímar að lengd, einn og sér er hann bara þessu við að kaupa settið. Þetta eru 40 galdrar, áreita plakkat, þetta er alveg smekkfullt af skemmtilegheitum, flott töfrabrögð og ég fekk líka krakkana sem hafa verið á námskeiðunum hjá mér til þess að hjálpa mér að velja atriðin að núni. Það er ekki bara eitthvað sem mér fannst rosa spennandi, þetta er allt hugsa þannig að krakkarnir geti gert þetta bara strax og hafi mest gaman að þessu sjálf sko, því að það voru nokkur atriði sem mér langar að setja í setti en þeim fannst kannski ekki jafn spennandi og mér sko. En það er oft erfitt að ég vil að þau segja mér svolítið, það eru krakkarnir sem að fara að sýna þetta og það var aðal hugsunum bak við þetta að þetta myndi slá í gegn hjá þeim og bara viðbröðið sem ég fengi, ég er búin að fá fullt af vídeóm, allir að senda á YouTube og galdra og sína töfrabrögð, hugsunarlestur og spilagaldra og þá er ég sáttur því að mér langaði bara að lifa listin að lifa og upptegja töfrabrögð sjónkvælingu í Íslandi eins mikið og ég get. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt en Leyndarmál vísindanna, DFT-diskurinn fæst í öllum betri búðum og það er þetta fræðast þetta til dæmis á Facebook-síðunni, Leyndarmál vísindanna. Er það ekki? Jú, það er á Facebook og það er hægt að sjá bara hvað er á disknum og bara 16 einfaldar og skemmtilega tilraunir sem slá í gegn, mjög einfalt að gera og þetta eins og ég segi, þetta áttur að gleðja marga og fara í marga jólapakka held ég. Ég verð að spyrja það út í eitt hérna áður en ég sleppi þér. Þú fórst í HR daginn. Já. Og þar fékkst að kissa nokkura stelpur með spilagaldri. Já. Það var enginn sem vattaði þetta. Veistu hvað? Þetta er bara galdur. Já, þetta er bara galdur, en veistu hvað það svo fyndi? Ég var einmitt bara, við erum einmitt sittum hérna tökumæðurinn minn líka, við erum að fara að taka smá vídeo núna eftir, en við mættum þarna, ég vissi ekkert hvort að ég myndi ná einhvern kossi, sko, ég var bara, ég var bara að gera þetta, og það var bara ótrúlegt, ég held ég að kisti ykkur á 8 bara virkilega heitar og sætar stelpur bara þarna einum hálfum tíma, sko. En það er ég farin að gera þetta alla lögða á föstudag, sko. Já, það ekki? Fara svolítið vel magnaðurinn í helgina? Já. Nei, þetta var bara gaman. Mér langaði að gera þetta og ég hugsa að ég fæ alltaf svona hugmyndir, þá hringi ég félaginn minn, hei, förum og tökum þetta upp, ég er að fara að kissa stelpur og sína það spilagaldra. Já, nákvæmlega. Ég er mjög ánægður, búin að fá frábær viðbröð við þessu vídeo, sko. Verður í einhverjum öðrum skólum hérna? Ég þarf nú bara að skella mér í FSU og kissa náttúrulega. Ég er svona að þessu ekki. Það er þetta að fara inn á heimasíðuna hjá þér og sjá á Facebook-síðuna og sjá myndband þegar þú ferð þarna í HR og gerir þennan spilagaldur með munninum. Já. Þetta er magnað. Einar Mikael, töframaður og ég fer að kalla þig vísindamann líka. Já, það er bara að fyrir að detti það. Ég hugsa að ég fer bara að fara að titla mig sem vísindamann líka. En ég mæla með þessum disk Leyndarmál vísindanna með Sprengjukötu og Einar Mikael. Einar, takk hérlega fyrir spjallið og við verðum í sambandi. Takk fyrir, Unnur. Takk fyrir. Já, bless.